Góðan daginn og velkomin í umfjöllun 79 af stöðinni, bæði bók og mynd. Ég væri bara til að bæta við að Valur hérna er örlítið veikur. Þannig ef hann kannski mismælir sig eða segir eitthvað sem við erum ekki sammála, þá vitum við að hann er veikur. Ég myndi meira að hugsa að ég væri kannski að hósta eða eitthvað, ég held að svona Nei. heilinn minn sé alveg í góðu Ok. standi. Viltu byrja? Já, við vorum sérst að tala viðfangsefnið varðandi banvæna ást, sem er svona, Bara ást yfir höfuð. já, og líka upp á vissu marki ást yfir höfuð, sem að mínum mati er klárlega ein af grunnhugmyndir bókarinnar, það sem þetta er ástarsamband sem endar hreint og klárt hræðilega. Nei, ég er sammála. Já, við getum kannski byrjað á því að fjalla síðasta bíltúrin hjá bæði Gógó og Rúnari fyrirgeðu, sem er töluvert mismunandi milli bókar og kvikmyndar, þar sem að í bókinni er bíltúrnum hjá þeim báðum mjög skýrt skipt í tvennt, þannig að fyrst fer maður í gegnum bíltúrinn hans Rúnars alveg í gegn og síðan er næsti kafli út frá sjónarhorni Gógó, á meðan í myndinni er verið að skipta hratt milli þeirra beggja, Svona sjónarhorna. já, einmitt, beggja sjónarhorna til þess að auka spennuna. Sko, í myndinni, mér líður eins og þetta er svona eitt stórt högg sem þú ert lána með. Að þú skiptast milli, og hvað gerist, maður er spenntur, maður langar að hoppa, skoppa, maður langar að sjá hvað gerist. Einmitt. Meðan í bókinni, mér líður eins og í raun alveg andstæðan gerist. Þar sem, í staðan fyrir að vera að fá högg í sig, þú ert að batna þig eftir höggið. Höggið er búin að gerast og núna eru við að bíða eftir að Gógó fattar að Ragnar er döður. Já, og mér finnst það bara mjög áhugavert. Þótt að þetta kemur ekki ást við endilega, þessi bíltúr. Ég held að það sem kemur bókinu við mjög. Já, og ég meina, mér finnst það líka að vera svona bíltúrin er það sem í rauninni gerist við Ragnar eftir að hann verður svo gríðarlega hjarta hans einfaldlega brotnar í 1000 mola eftir að hann fréttir að Gógó maðurinn er ennþá lifandi og hann er bara að ljúga henni. Og mér finnst líka einmitt svona til þess að draga þetta eins saman í það, svona meginmunurinn á framsetningu bókarinnar myndarinnar á þessu atriði er einmitt svona myndin kemur með eitt stórt högg af sorg allt í einu, á meðan bókin byrjar strax með sorgina þegar við vitum að Rúnar deyr og hún svona aukast hægt og rólega, hægt og bítandi jafnvel þarna í síðasta kaflanum. En munurinn endar ekki þar. Þarna, einmitt, mikið rétt. Ég vil meina að í myndinni sé einmitt þessi banvæna ást jafnvel svolítið dempuð, vegna þess að í myndinni fáum við ekki að vita jafn mikið af beinum hugsunum Ragnars eins og kemur mjög skýrt í ljós þarna í næstsíðasta kaflanum í bókinni og alls konar þegar maður fær þessar innri hugsanir hans sem virkilega leggja áherslu á hver sorgmætur hann er eftir að hann fréttir að Gógó sé búin að ljúga honum. Á meðan í myndinni finnst mér eins og maður hafi miklu meiri samúð fyrir Gógó, hvernig hún náttúrulega kom sjálfri sér í mjög slæma stöðu en er raunverulega ástfangin af Ragnari. Áhugavert. Þannig, það sem þú ert að segja mér er að stærsti munur bókarinnar og myndarinnar er ekki bara síðasti kaflinn eða síðasti hluti myndarinnar, heldur það er áherslu á sjónarhorn í bókinni og myndarinnar. Mér finnst það bara vera einmitt eins og þú segir, eitt stærsti munurinn. Eins og eitt sem finnst áhugavert við bókina er að hvernig Gógó er útskýrt eða lýst er mjög svona frauðlegt, svona blómlegt, svona mér líður eins og hann útskýrir háriðinni og augunum á mjög svona áhugaverðan hátt. Þar sem í myndinni þá erum við sem áhorfendur svona látnir hugsa í raun hvernig hann hugsar. Við eigum að hugsa fyrir hann, meðan í bókinni er hugsa fyrir okkur hann. Fattar þið? Já, nokkuð. Þetta Ég skil hvað meinar. skrýtin leið til að útskýra þetta. Já. Mér finnst líka eins og það mætti bera saman Gógó við aðrar svona femme fatale, eins og maður segir,
úr öðrum myndum og bókum og svoleiðis. Og mér finnst eiginlega ágætis dæmi til þess að bera saman Gógó við vera Cersei úr Game of Thrones, sem þú kannski þekkir. Og ef þú hefur ekki hort á Game of Thrones eða lesið það, Mhm. kannski skipaði áfram eða kannski horfa á fyrst og svo koma aftur. Einmitt. Mér minnir að þú búið með svona season 5 eða eitthvað, þá er þetta alveg safe. Það er litlir spoilers. Já, horfa á, 5 seasons og einhver þáttur. Nei, þarna. Nei, en já, hún Cersei er alveg nánast ógnvekjandi í hvernig hún spilar með mennina í kringum sig, eins og peð á skákborðið. Ég man nú persónulega ekki eftir neinum dæmum úr Game of Thrones, en það er þá bara einmitt betra, einmitt til þess að vera ekkert að skemma fyrir þættunum. En mér minnir að hún þegar hún verður drottning þá Akkurat, ekki skemma fyrir þáttunum. já, ok, sorry, skemma smá fyrir þáttunum, við erum búin að vara við þessu. Þegar hún verður drottning þá fer hún í gegnum, minni mig, 4 konunga sem hún er algjörlega með í vasanum og lætur síðan einfaldlega bara drepa gegnum hennar svona gerfi ást sem þeir falla fyrir. Þar með talið einn af verandi bróður hennar, en allavega. Og þú ert að horfa á þetta? Já. Ég held að það sem Valurinn segja er að, þú veist, femme fatale í bæði myndum og í þessari bók, eru öðruvísi. Og ég held að stærstu munurinn hér er að femme fatale, Gógó, hún er ekki endilega svona fullkomin femme fatale. Hún samt finnur fyrir tilfinningum og það mætti segja að í miðjun á sögunni fer hún frá því að vera femme fatale í bara venjulega manneskju. Hún byrjar að sjá eftir því sem hún hefur gert. Já, einmitt, og mér í rauninni atriði þar sem þetta verður alveg ljóst fyrir lesendanum og eða áhorfandanum vera símtalið milli Ragnars og Gógó, það sem að hún heldur að hún í rauninni veit að hún sá bílinn hans Ragnars fyrir utan hjá sér og Ragnar byrjar þá að ljúga að henni en ekki öfugt. Og mér finnst maður finna fyrir því hvað Gógó veit að hún er búin að ljúga sig út í horn, en veit líka að hún getur ekki, að hún vill svo endilega ekki vera í þessu horni. Hún vill bara geta elska Ragnar með engum afleiðingum. Eins og hún gæti logið af sjálfum sér á þessum punkti, að hún sá hann aldrei, en hún kýs að ekki gera það, frekar að taka skrefin til að reyna að bæta svona samband þeirra, en því miður virkar það ekki. Já, bara takk fyrir að hlusta. Þetta er okkar 5 mínútur og þetta er ekkert meira en 5 mínútur. Takk fyrir okkur, bye!